við erum mættar hér með feministafréttir við rauðaborðið, Sara Stef Hildardóttir og Margrét Pétursdóttir og ég María Pétursdóttir. Við erum svo sem, já, ég ætla bara að heyra aðeins hvað þeir eru búin að lesa. Við ætlum aðeins að prófa breytt form hérna. Við erum ekki búin að skrá þetta eitthvað fyrirfram niður, þannig að ef ég byrja bara á þér, Sara, ertu með einhverja fréttir? Já, fréttir sem að urðu á vegi mínum undan þarna dag. Ég nefnilega, fyrsta frétt sem að ég rak augun í sem að, var áhugaverð, sko, var úr menningarheiminum sem nú kannski ekki oft, sko, listirnar. En það sérst gjörningaklúbburinn, The Love Corporation, Eyrún Sigurðardóttir og Jóni Jónsdóttir, að þær eru að opna nýja sýningu sem byggir á miðilsfundi. Já, einmitt. Það sem það er... Já, sem er miðilfundur sem átt sér stað í húsi Ásgríms Jónssonar 2019 og það byggja sérst sköpum þessar sýningar á þessum miðilsfundi. En það kemur fram í miðils lýsingunni sérst frá Ásgrími að hann hefur miklar áhyggjur af þróun listarinnar vegna þess að peningar eru farin að hafa svo mikil og fjármagnseigendur eðlilega. Hann hafa svo mikið áhrif á listheimin. Ég meina að allir sem þekkja tilhældi í listum vita hvað er verið að tala þarna, en þetta er svona kannski pínu tabú. Já. En samt hefur þetta einhvern veginn alltaf verið svona. Það var alltaf verið velgjörðar menn listamanna. Já, ég menna við getum farið bara, þú veist, mjög langt, til Leonardo da Vinci og Michelangelo sem voru náttúrulega bara sponsaðir af einhverjum kongum og eitthvað svona. Já, og þess vegna er alltaf gefin kannski, ég veit ekki, kannski á þetta bara í mjög flóknu, listheimurinn í mjög flóknu sambandi við peninga. Já, og þetta er svona eins og bara, já, þetta er menningaauðmagnið, sko, í rauninni versus, sko, peningaauðmagnið. Fjármagnið bara, já. Og þetta er svona, einmitt hefur verið talað svolítið það að því listamenn eru yfirleitt bara skítblankir og fátækir. Mér finnst bara áhugavert að þær skildu benda á þetta, sko. Já. Í þessu samhengi að fjármagni væri farið að hafa of mikil áhrif því að það lítur að segja sitt, sko, fyrir reynda listamenn eins og þær. Já. Að mér finnst það bara, vakti athygli mína. Það var einmitt, sko, ég mana bara í, sko, í hrunin, eða fyrir hrun, þá var einmitt voru listamenn, farnir að flandrast út allar trissur með útrásarveikingum og svona það var verið að og þeir voru mjög duglegir að sko sponsa listamenn og sem var náttúrulega bara mörguleiti frábært, sko, en samt ekki vegna þess að svo held ég held alveg, mér minnir alveg örugglega að sumir hafi svolítið svona beðist afsökunar á of miklu glálífi og gjálífi. Af ákvarðanatöku sem er, já. Já, og svona kannski að fundist listin vera aðeins að gjalda fyrir þetta. Þannig að að því það má spyrja sig kannski. Og svo voru listamenn líka í, þú veist, sem að bara breyttu algjörlega kúrs, eins og til dæmis hún Kristín Gunnlaugsdóttir, sem var alltaf að mála íkonana og sérlega alveg, sko, fógdýr íkonamálverk til yfirstiftarinnar. Hún bara sneri gjörsamlega við blaðinu og fór að mála nakta konur með bónuspoka. Já, bara algjör pöng. Já, akkurat. Ég hef nú kannski svo sem minni áhyggjur af því að sé einhverjir ríkir menn að sponsora listamenn, en þegar það er farið að, sko, þetta er farið að koma inn í almannarými og listasöfn og annað er farið að vera, sko, sponsorað af kapitalistum og fá að auglýsa sig voðalega fínt og pent í gegnum menninguna. Já, ég held að það sé kannski línan sem þær eru að tala um og þegar verki einkaeigu eins og Skúla Mogensen muniði og var sett upp í borgarlandinu beinlínis. En svo, og því svo má líka spyrja sig, mér finnst þetta bara áhugavert, þú veist, í samhengi við kapitalið og auðvaldið og fjármagnseigendur að hugsa út í þetta þegar listakonur sjálfar eru að benda á að þetta sé orðið kannski fullflókið, að því það er kannski einhver stigsmunur á hvernig Leonardo da Vinci var sponsoraður til að búa til og taka þátt í uppbyggingu bygginga inn í borgum, sko, öðruvísi heldur en að ef að listaverkin, þú veist, eru orðin framleidd þannig kannski jafnvel, eins og varst að benda á þarna fyrir hrun, sem einhvers konar fjárfestingamöguleikar. Já. En þetta er nú kannski nóg þetta, mér finnst þetta bara áhugavert frétt. Já, þetta er bara mjög áhugavert. Hvað segir þú, Margrét? Já, ég reyni alltaf að fylgja svolítið með því sem er að gerast í Afganistan og las áhugaverða grein eftir blaðamann í Kabúl sem heitir Hujjatullah Sia og þar er hann einmitt að fara yfir svona stöðuna og minn okkur á hvernig þetta búið að vera eftir að Talibanar tóku við.
búið að vera mjög erfitt fyrir konur og stúlkur. Það búið að ýta þeim út úr öllum opinberum geirum. Þær sjást ekki í almenningsskörðum og þær hafa þurft að loka fyrirtækjum og svo framvegis. Þó þær séu náttúrulega þá við hjúgrunn og kennslu barna og svona, þá búið að ýta þeim ansi vel út úr opinbera rýminu og það sem að verra er að þær fá ekki lengur að fara inn í framhaldsskóla eða háskóla. En þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir það að þær séu með, náttúrulega þær eru með mikið andóf og þær eru fangilsaðar og eina af þeim svona þekktustu aktivistum, Sarifa Jakubi, hún til dæmis var tekin först núna í nóvember og henni var haldið án dóms í 40 daga, kom þaðan út með mikla áfallastreituröskun og gat helst ekki tala neitt þetta neitt meira, en hún samt ennþá og hún sé ekki að virka eins og hún var og aðrar afganska konur heiminn eru að reyna að hjálpa til. Og það sem hefur verið að koma upp að núna, þetta svo frábært að þær gefast ekki upp, að það að þær eru komni með prógram sem bara á það eru síma-app sem þeir nota til þess að kenna ungum stúlkum til dæmis ensku og bara framhaldsnám, þannig að þær geti tekið jafnvel próf og annað og haldið áfram sínu námi og þetta bara gert svona eiginlega, þetta svona underground bara undir borðið á netinu. Algjörlega. Nei, starfsemi bara. Já. Og það sem eftir allar þessar upptalningar hjá honum, Hújatúla, þá segir hann, sko, eftir allt það sem þessar konur í Afganistan eru búin að þurfa að þola, eiga þær nú ekki bara að fá friðarverðlaun Nóbels. Já. Ég segi bara heyr. Heyr. Hafa þau verið gefin einhvern svona hópum eða? Úps. Eða eru þau ekki bara gefin einhverjum svona einstaklingum? Já. Það kannski einmitt. Ég held það sko, ég held að það sé. En það ekki hugmyndin alltaf eitthvað svona genius man? Já, það náttúrulega mjög oft konan á bak við mannin. En það nú samt í öðrum eins og í vísindunum, þá eru oft fleiri sem að fá svona litlir hópar, einmitt. Já, en hvort tveggja það er svo Nóbelsverðlaunin auðvitað og allt svona byggir á þessari hugmynd snillingin, eða ekki? Jú, hann snillingin. Já. Hugsuðurinn. Gleymum honum ekki. Nei. Herðu, mig langaði aðeins að tala það var frétt sem að vakti athygli mína bara í gær held ég. Það var mála, það búið að taka málin á dagskrá í bankastræti klubbmálinu svo kallaða. Já. Og þar var ein kona á meðal 25 lögmanna í við störf og ég nefnilega las ekki þessa frétt. Hvað veldur, eða þú veist, hvernig gerist þetta? Það bara, sko... Eru 25 verjendur allt í allt, nokkri sakborningar og aðeins einn af þessum sakborningum fékk skipaða konu eða valdi sér konu sem lögfræðing? Eitthvað svoleiðis? Já, það náttúrulega bara, sko... Er þetta svona eins og slembi úrtak úr lögmannastéttinni? Já, það góð spurning, sko. Jafnréttisparadísin Ísland. Sífellt að koma óvart. Já, sko, ég held nú að þeir eru ekkit kannski endilega slembivaldir. Nei, ég var nú að grínast, sko. Þetta væri svona eins og slembival. Ég held að þú gæti nú alveg, sko, ráðið þér þinn eigin lögfræðing, sko, í sakamáli. Já. Þannig að það er ekki nema bara að þú hefur gefna á honum eða... Það var það sem ég var að koma, sko. Ég er ekki vissum að fólk kannski endilega hafi efna á því svo mikið. En þá færðu bara til nefndan eða þannig, skipaðan. Það var Karolína Finnbjörnsdóttir sem var eina konan hana og það var rætt við hana eitthvað út af þessu, sko. Já. Hún segir að þetta hafi nú ekki verið lýsandi fyrir lögmannsstéttina vegna þess að það séu marga konur innan lögmannsstéttarinnar. Þannig að hún sagði að það hefði komið sér persónulega óvart að hún var eina konan að það. Líka svolítið áhugavert að fara og tala við hana þetta. Eða veitir þið? Já, það er greinlega að þetta stingur í stúf, sko. Já, einmitt. Veit ekki við hvern annan hefði þetta að tala við. Það tölum við konuna. En þú ert þessi kona, þú ert þessi eina kona. Já, þetta er svolítið þannig. Heyrðu, en svo var önnur svona frétt, það sem að mitt vantaði konur. Og það var sérstætt á Eddunni. Og það hefur nú verið gagnrýnt í þessum valnefndum.
Já, sko. En sko, það sem að mér fannst líka þessu umræðinu sem kom á eftir, hvar konur vantar mikið í sko, alls það í gera. Kvikmyndageran og menningageran sem höfuð einhverja fyrirtækja í stjórnir og þetta bara, hvar eru þær? Já, ég meina það náttúrulega, þetta nýfrjálshyggju feminismi sem við búum við, þannig að hann blekkir. Það bara verið að, þetta allt bara fyrirsláttur. En það líka, sko, ég veit ekki, sko, mér það í sjálfur sér kannski ekki heldur bent vandinn, að það vandi í einhverja svona stöður, ég veit það ekki, en mér finnst aðal vandinn að eins og þarna, þetta alveg eins og þarna bara, þetta nákvæmlega sama og var að gerast í Bretlandi daginn þegar var verið að verðlauna, við tókum við það ekki fyrir einmitt í einum feministafréttum, þegar var verið að veita verðlaun fyrir sjónvars. Jú, alveg rétt. Hvað heita þessi verðlaun aftur? BAFTA verðlaun, Já, og þá var það út af svörtum. Já, það var racial þar. Já, racial. En hérna þetta sambarileg verðlaun, en þetta kynja. Já, og svona tvíhyggju alltaf dæmi. Þú veist, sem líka stjórntæki fjárveldisins. Gleymum því ekki. Já, ég menna það hefur náttúrulega alltaf verið svolítið þannig að konur hafa ekki fengið að komast nálægt fjármagni. Bara klálega, ég að segja, en í samingi við bara svona nýfrjálshyggju feminisma, þú veist, þá það ákveðin fyrirsláttur líka, þessi kynjapólitík, að ætla bara að telja hausa, þú veist, hversu marga konur í stjórnir fyrirtækja, hversu marga konur, þú veist, hér eða þar, sem að síðan, þú veist, ekki vandinn, það til þess að maska eða fela vandan, sko. En sjáu, nú bara svona, googlaði ég hans og það kom upp fyrir ett. 3 konur eru tilnefndar sem leikkona ársins í aðal- og aukahlutverkum á Edduverðlaunahátíðinni árið 2013. Í sömu flokkum hjá körlum eru 5 leikarar tilnefndir. Brynhildur Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Eddunar 2013, segir að í ár hafi einfaldlega færri nöfn leikkvenna borist en karla. Ef að innsendu verk eða nöfn í þessu tilviki í flokkin eru 10 eða fleiri, þá eru tilnefningarnar 5. Ef innsendingarnar eru færri en 10 þá eru innsendingarnar 3, segir hún. Þannig að þú veist, þetta hefði eiginlega leikum við getur verið í ár, sko. En þú veist, hvernig nema þeir hljóta að vera búin einhvern veginn frá þessum tíma breyta, sko, fyrir utan það að það vera að framleiða mikið meira efni heldur en 2013. En sko, þeir hljóta að vera búin að breyta ferlinu á einhvern hátt, þannig að mér finnst þetta mjög undarlegt. Já. Þannig að vetrarhandbókin, samanber snjómoksturinn, alltaf verið að vinna í handbókinni. Já, alltaf verið að vinna í handbókinni. Það gott. En ég menna, þú veist. Sanna Magdalena sagði frá því, kannski bæti því við henni í þessu samhengi. Sanna Magdalena lagði það til í fyrra á síðasta kjörtímabili held ég, að það færi í gang einhver svona, einhver svona áætlun varandi rasisma inn í grunnskólum. Þannig að ef að barn upplifi sig verða fyrir kynþáttafordómum og þá fari eitthvað ferli í gang og barni geti leitað, tala við einhvern og eitthvað svona. Og þetta virðist vera ennþá í vinnslu. Hún myndið að reka eftir þessu núna. En það einmitt. Örfáum misserum síðar. Það þarf að vanda til, sjáðu. Já. Einmitt. Það er margt í þessu. Já. Það er svo furðulega svona marga fyrirstöður. Já, einmitt. Herðu, eru þið með meira? Já, það sló mig líka. Ég færi okkur svona, nær kannski svona velferðarsamfélaginu og þá var í fréttum að þetta loka Laugagerðisskóla á Snæfellsnesi. Já. Og sveitarstjórnin þar í vanda, þau eru svo blöng að þau standi ekki undir þessum rekstri, það eru 18 nemendur, 7 starfsmenn í skólanum og það þýðir að kostnaður per nemanda er 11 milljónir á ári, sem bara of mikið. Þannig að þau einhvern veginn bara kiknuðu undan þessu álagi og samþyktu að leggja skólan niður í andstöðu við foreldrahópin. Og foreldrahópurinn er búin að leggja fram 2 tillögur hvernig sé hægt að bjarga þessu. En eftir að þau samþykja að loka skólanum, að þá var lagt fram frumvarp að breyta einhvern veginn hvernig jöfnunarstyrk er deilt út til sveitafélaga. Og nú kann ég ekki alveg að skýra það samhengi, en sko jöfnunarstyrkur þá til Eyja- og Miklaholtsrepp sem rekur þennan skóla minnkaði samkvæmt þessum nýja frumvarpi þá 80%
sagt, og sveitastjórinn sagði að þetta væri klárlega merkjum það að það ætti að þvinga sveitarfélagið eigi á Miklaholtshrepp í sameiningu. Já. Þú veist, þannig að bara, þau byðu bara eftir því virtist vera að þau kiknuðu undan álagi við að reka hann á skóla, svo þegar þau eru búin að ákveða að leggja niður skólan, þá er þetta frumvarp lagt fyrir það sem að þessi jöfnastyrkur er bara dregin niður í nánast 0 til þeirra, sem að gefur þeim ekki færi á einu sinni, þú veist, að reka stofnun eins og grunnskóla, barna og framhaldsskóla, grunnskóla frá 6 upp í 15 og verða þá að sameinast, þú veist. Já, þetta er svolítið stofnanaofbeldi. Já, svo stofnanaofbeldi einmitt. Þannig að málið er þessi skóli er sem sagt á Sunnanverðunesinu og þau þurfa að tala við Stykkishólmsbæ að koma börnunum í skóla, þannig að það þýðir að þau sem búa lengst frá þurfa daglega að ferðast 70 kílómetra. Pælið í þessu. Þannig að mér setja bara svo mikið hneyksli. Að þú veist, en í bara kapitalismanum, þess vegna stoppaði ég við þessa frétt, þú veist, því þetta er bara enn eitt dæmi svona niðurbróti, þið vitið. Algjörlega. Heyrðu, ein kannski fréttina í viðbót sem að ég ætlaði að minnast á líka. Ég skrifaði nú grein um þetta á samstöðunni í vikunni og það er sérst kvenfyrirlitning sér landla hjá lögreglunni í London. Það var sérst að koma út skýrsla núna það að kynþáttafordómar og kvenfyrirlitning og fyrirlitning gegn hinsegin fólki er bara landlag í lögreglunni og ég hef lagt til að henni sé bara splittað upp í einhverja minni einingar og það sé það fari bara í ganga einhver stórkostleg vinna. Já, og ég meina þetta er hryllileg mál sem eru að koma upp mörg af þessum málum. Ég var búin að sjá í þetta annars staðar á netinu. Já. Þannig að þetta er rosalegt og það hlýtur þá, vall er það einsdæmi hjá lögreglunni í Bretlandi. Nei, valla. En þetta var ekki bara í London og það, þetta var í London. Því ég sá að var, mér minnir að það sem ég hafi verið líka bara í fleiri umdæmum lögreglunar. Þessi skýrsla var bara gerð fyrir lögreglunni í London. Já. En það hlýtur að vera vísbending þú veist, ef þetta eru svona svipuð menning í lögreglunni, allavega eins og á Vesturlöndum. Við vitum náttúrulega, ég meina, það hefur náttúrulega verið í fréttum undanfarin ár bara, varandi eins og Black Lives Matter og allt þetta sem hefur verið að gerast, þar undanfarin ár og komið til tals að bara leggja niður lögregluna hér og þar, Þannig að, Og við svo sem alveg haft okkar einmitt mál líka hérna. Já, og ég meina, við erum ekkert öðruvísi, þó við sem minna mengi, þá erum við ekkert öðruvísi. Það er alltaf að poppa upp eitthvað svona hérna, Einmitt. Ekkert langt síðan að lögreglukona náðist mynda lögreglukonu með svona barmerki, hatursbarmerki. Já, akkurat. Þannig að já, þetta er ískikilegt. Já, þetta er svolítið skuggalegt. Herru, ég er með langaði aðeins að tala loftslagsvána. Það var að koma út skýrsla í gær frá Sameinuðu þjóðunum, milliríkjanefndinni og þeir eru búin að vera með samantektarskýrslu loftslagsbreytingarnar og eru náttúrulega með alveg fullt af vinnu bara alveg til 2100 sem þeir eru að gera svona alls konar áætlanagerðir. Þetta er auðvitað sláandi það sem kemur fram hvar við erum stödd og hvar við megum búast við að vera stödd eftir 2 ár. Það er þessi 1,5 gráða sem við erum á leiðin að sigla mjög hratt upp í sem að mun hafa skelfilegar afleiðingar. Hvort sem er fyrir eyríki sem að munu sökku í sæ eða vassmagnið okkar sem við eigum og gróður og annað og bara manneskjurnar eins og við megum búast við. Við getum auðvitað snúið sér þróum við en það virðist ekki vera neitt rosalega mikill áhugi hjá stjórnvöldum og það er þeir eru ekkert að samræma sig neins staðar, hvort sem það er Norðurlönd, Evrópa eða heimurinn allur, það er ekkert samræma á milli þess sem þeir eru að gera. Það sem að hins vegar, mér fannst svolítið gaman að sjá var að í Svíþjóð þá hefur Greta Thunberg og aktivistar, 600 aktivistar sem kalla sig Aurora, þau hafa fengið leyfi til að fara áfram með mál gegn ríkisstjórninni vegna þess hversu lélegu eru í að koma loftslagsmálunum á koppinn. Ríkisstjórn Svíþjóðar? Já, þau eru bara sakað vanrækslu gagnvart kynslóðunum. Og ég held að með allt það sem við getum verið búin að gera og getum verið að gera, ég meina, þetta fallega plagg hérna sem að við ætlum að setja loftslagsmál í forgang, segir ríkisstjórnin þegar þau tók sér saman að mynda ríkisstjórnina. Afskaplega lítið komið á koppinn og ekkert finnst mér, það þarf að spýti.
Ég meina þetta sýnir manni samt eiginlega bara svart á hvítu. Nú bara náttúrulega hamrað á sko loftslags, nei á orkuskiptunum. Algjörlega. Sem eru náttúrulega bara hagsmunamál, Ben og Kó sko. Árni Finnsson segir það einmitt sko, hann segir það skiptir mestu máli hér sem annars þar að stjórnvöld sjáu til þess að það sé dregið úr losun á minki, ekki eitthvað órætt tal kolefnishlutleysi eða kolefnisjöfnuð. Þetta alveg rétt hjá hann. Já, en ég meina þetta hlýtur að sýna mann svart á hvítu, bara einmitt hvar auðvaldið starfar. Og ég meina ég geti talað lengi þessi orkuskipti og þessa milljarða sem verið að setja í þau ár hvert. Muniði það var í fyrra. Strætó fekk 1 milljarð, rafbílar 9. Ef við tala þess það, getur við talað það næst? Já, tölum það næst. Höfum þetta dagskrá næsta fréttatíma í feminískum fréttum. Orkuskiptin og gerviklám næst. Og gerviklám, já. Það er áhugavert. Já, ekki bara sem hugtak. Nei, einmitt. Herðu, takk fyrir þetta. Við verðum hér aftur á viku.